Bloodborne mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættilegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæmi. Lentur í Elko. Here we go! Já, það er komið á topplistanum hérna í Game TV og þessu sinni allan Auðun Blöndal, maðurinn sem stendur með við hlið, að tjá okkur topp 5 listan sinn. Sko þegar ég hugsa topp 5 lista, þá er ég ekki að hugsa tölvuleiki. Þá er ég að hugsa allt annað. Já, hvað viniðina eða kellingar? Já, sennilega bæði. Ég á topp 5 lista á vinum og svo var alltaf bara eftir Friends minni í gamla daga, topp 5 listi, þá voru svona hvaða konur við sætar. Hver á toppnum með þeirri topp 5 listir með konur? Konur? Í dag? Pían sem var hérna með Leonardo DiCaprio í Wolf of Wall Street. Ljósari hérna. Ákveðlega valið, já. Hún er líka komið nýri mynd eða hvað segir? Jú, ég er búinn að sjá hana með Will Smith. Með allt á hreinu. Vá, en að tölvuleikin, einhverju topp 5, einhverju 5 tölvuleiki sem hafa skriðið inn í þitt líf? Ég veit að þú hefur ekki tíma fyrir það. Það er ekki að ég hef ekki tíma fyrir það. Ég hef bara einhvern veginn aldrei dottið nógu mikið inn í tölvuleikin, en jú, ég á topp 5 lista á tölvuleikin. Ég var að byrja kannski bara á sæti 5 eða? 5. sæti? Já. Ok, það er leikur sem ég hef klárað. Vá! Það heitir Killzone. Vá! Þú veist þetta fáið sem við kláraði það líka. Ég held að þú þurfti að heyra því svona 3 ár þegar þú kláraði Killzone á sínum tíma. Já, ég var mjög stoltur af því. Og ert enn þann dag í dag sé ég. Já, bara mjög stoltur og ég meira þess að fór í Killzone party í Amsterdam. En það tengdist ekki því að mér var ekki boðið þangað því ég kláraði leikinn. Ég hef líka klárað leikinn sem er í 4. sæti. Vá, ok, og hvaða leikur er það? Super Mario Bros. Kláraði Super Mario Bros? Já, gerði það ekki allir. Er það hægt eða? Já. Ég spilaði hann ekki eins og? Ég spilaði ekki Super Mario Bros. Nei. Ég átti hérna Super Mario Bros. Og DuckTales svona saman fekk að 1988 held ég í jólagjöf. Kláraði hann. Já, stórstu vel. Og hann verður að fara að þeim því að ég var mjög mikið í honum. Já, ég er náttúrulega eldri en þið. Já. Þannig að ég var bara opnum húsu á 50 dögum í Garðabænum bara. Ég var bara að vaða í kettling. Já, einmitt. Þegar við vorum í Super Mario. Já, þið voru bara dökk. Þá var ég bara making the move. Munið ekki eftir hundurinn sem kom alltaf hlæjandi í dökk. Hann var valið mest óþolandi karakter í tölvuleikjum allar tíma. Já, ok, hann var óþolandi líka. Já, hann var ógeðslegur. Þannig Super Mario Bros. Er í 4. sæti. Ágætt, en í 3. sæti? 3. sæti kemur leikur sem að ég er mjög hrifinn af enn þann dag í dag. Já. Og sennilega minn uppáhalds leikur svona í dag. Já. Og það er FIFA. Já. FIFA? Já. Spilar hann eitthvað? Já, sko ekki einn. Ég hef aldrei spilað FIFA 1, en mjög oft spilað 2 á 2 og finnst það gríðarlega skemmtilegt. Hefur einhvern tímann, að því nú þú þekktur sem mikill gambler, hefur einhvern tímann lagt eitthvað undir á þetta að spila FIFA? Því miður, já. Núna erum við að tala 2 tölvuleiki sem að ég hef spilað mjög mikið. Þarna loksins komin leikir sem að mér þykir vænt um. Og ég hef klárað þennan leik líka með Svessa. Og ég held á tímabili þegar Svessi bjó heima að þá hefði engin 2 menn á landinu geta unnið okkur 2 á 2 í þessu leik og það er NBA Jam. Já, ég man eftir. Já. Þetta voru góðir tímar. Ég var rosalega í honum. Já, voru þið ekki óþolandi góðir saman í honum? Jú, og svo voru með þessu orðið þannig að ég var að byrja að vinna Svessi einu veginn. Það var líka þegar ég þurfti alltaf að spila varnarhlutverki og var bara að stíga mér út meðan þú varst alltaf Larry Bird. Þannig ég voru mjög góð að spila. Ok. En svo er það önnur saga sem ég sagt. Það er að tala það með Steinda. Já, ég var ekki að tala það, við vorum að koma með það. Ammali einu sinni og þá kom Steindi svona hlæjandi í garðinn, ég held alltaf upp ammali mitt og þetta var á 50 degi og Steindi kom seint eins og alltaf árum í garðinum heima að spila boccia og Steindi kemur, herru, eiginlega sé ég lofaði konunni, ég er komin heim áður hún fari í vinnuna og þetta er sönsaga og það er ekki eins og það sé eitthvað vandamál á 50 dögum nema það þá enduðum við í Keflavík á þessum ammælistegi mínum, ég var 32 ára held ég og það var opið til 5 á 50 dögum í gamla daga og þeir var svo gott veður að við keyrðum heim. Gamla daga, þetta er fyrir 3 árum síðan? Já, ég held að sé nefnilega ekki opið ennþá til 5. Ok, ekki í gamla daga, fyrir nokkrum ára síðan. Svo komum við heim, þá var svo gott veður og við ákveðum að fara aftur í boccia því ég átti bjór og eitthvað heim og átti ammæli þannig ég náði að plata á í boccia og svo endaði þannig að sko Sverri gaf mér í ammælisgjöf, hann mætti ekki fara að sofa fyrir ég fara að sofa og Steinda fannst það svo fyndið og ég sagði við Steinda, herðu, Svessi má ekki fara að sofa fyrir ég fara að sofa, ég var að fara aðeins inn í NBA Jam, já, og svo settist og ég vann Steinda og Steindi sagði,
sagði ég fer ekki heim fyrir ég búin að vinna 1 leik. Hann fór heim til sín klukkan 10 morgunina þegar konuna svo biluði símanum og hann var ekki enn búin að vinna leik. Og þetta sem sagði. Og þá var Svessi sofnaður á öxlinanum en ekki farin inn og sofa. Þá er komið fyrsta sætið og hvað er að gera sætið? Sá leikur sem að ég hef pottet spilað mest. Sá leikur sem að ég hef bæði verið glaðastri og reiðastri og þetta er Championship Manager. Þetta er leikur sem margir þekki held ég sem er að horfa og ég eyddi gríðarlega mörgum klukkustundum í þennan leik og braut nokkra mís, hrækt á nokkra skjái en skemmti mér oftast vel. Þú vil kannski segja okkur frá því þegar ég og Árni Ragnar, vinnur okkar, við vorum að spila hann í fyrstu deildinni. Þú varst búin að efstur allt tímabilið en svo tapaði ég niður á síðasta leik og ég snappaði og móðir mín kom inn í stofu, samt var ég í Fjölbraut og sagði mér að þegja og ég sagði henni að halda kjafti og hrindi stólnum og Svessi og Árni laumuðu sig bara út, föttu ekki einu sinni og þið að berja í veggina. Þá var ég að rífast í mömmu. Svo mætti ég skólann daginn eftir og sagði við strákana, herðu, ég komst ekki upp en þið komst upp, þið voru ekkert að bögga kallinn. Og þá biluðust þið, bögga þig, það bara svo einhverju stríðsvæðið þarna. Þannig að þeir bögguðu mig ekki. Þetta er rosalegt. Ég man þess að hvað lið ég var þegar ég náði ekki að Þú, hvað er þetta? Stoke. Þeir komast upp seinna ekki? Með hjálp Íslandings. Þannig að þetta eru mínir top 5 töluleikir. Já, þetta er mjög gott. Og ég, eins og ég segi, þá spilaði ég lítið töluleiki en spilaði bæði NBA Jam og Championship Manager rosalega mikið. Já, þeir fara mikið í skapið þessi leikir. Geta gert það og geta líka glatt með rosalega. Já, það er gott. Þar hafið það, Auðun Blöndal búin að sína okkur sína top 5. Það er bara nokkuð góð listi. Já, segð mér þá. Ég er ánægður með hann núna þegar ég hugsa út í hann. Einhver leikur sem ég er að gleyma. Mikið Sims eða ekki? Nei, Sims. Ég á alvöru fjölskyldu sko. Bloodborne er mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættulegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði er handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæming. Lentur í Elko.